Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið í sæl og blessuð, ég heiti Björn Þorláksson og við ætlum næstu mínútur að ræða spillingu. Við ætlum að ræða fiskeldi og spillingu. Ég fæ 2 góða gesti til að taka þátt í umræðinni, en fyrst ætla ég að grípa niður í bók sem fjallar spillingu. Hún kom út í fyrrahaust og heimildin sem þarna talar er Henry Alexander Henryson, siðfræðingur. Hann segir: Við vitum hvernig fiskeldið var byggt upp, hvernig fyrrverandi sjávarútvegsráðherra var ráðinn til að tala upp fiskeldi sem atvinnuveg og ýmsum brögðum beitt. Ráðning Einars K. Guðfinnssonar er stakt dæmi spillingu við ráðningu því hann hefur í ljósi reynslu sinnar og fyrir starfa mikil tækifæri og ítök til að reka áróður og ráðast gegn gagnrýni. En skalinn á spillingunni sem fylgir fiskeldisdæminu er svo miklu stærri en nemur hans ráðningu. Í fiskeldinu var ásetningurinn hreinlega sá að spilla. Þú notfærið þér alla möguleika sem eru í boði, þú ræður til þín talsmann með fótfestu, tengsl og orðspor, einhvern sem getur haft áhrif og hefur tök á að hindra að neikvæð umræða fari á flug. En það þarf ótal fleira að koma til. Það er mjög nærtækt að ræða fiskeldið sem erkidæmi í þessum efnum, en því miður eru önnur tilvik mýmörg. Nú, þið spyrið kannski af hverju er ég að vitna til þessa texta í þessari bók sem að kom út í fyrra haust og heitir Besti vinur aðal. Jú, vegna þess að sumt af því sem að þarna kemur fram akkurat í þessum tilvitnuðu orðum virðist mörgum sem sé akkurat að gerast þessa dagana. Eitt svona angi, þótt að sé nú nokkuð síðan þessi tiltekni þingmaður var ráðinn sem lobbyist í laxeldinu fyrir vestan. Þessum mótmælum í bókinni sem ég var að lesa hefur ekki verið mótmælt og við blaðamenn vitum það að ef einhver heldur fram einhverju sem þykir mjög vafasamt þá er því alla jafna mótmælt, einhverjum af peningaöflunum, þeim sem að ráða yfir atvinnurekendavaldi og þeim sem að ráða yfir dagskrárvaldi eins og til dæmis útgerðarmenn og þeir sem styðja laxeldið hafa moggan á sínu snærum. Það hefur svo ekki verið gert sem er áhugavert. Síðan þessi bók kom út hefur deilan sjókvíaeldi í Seyðisfirði í rauninni harðnað með hverjum deginum. Það má segja að þegar ég hnaut fyrir nokkrum dögum grein á DFF og las málsgreinina, en það er ekki að spyrja að spillingunni, þá var mér hugsað til þess hvort það væri að verða einhver straumhvörf í umræðinu hér á landi, hvort eins og svo margar heimildir í þessari bók hafa kallað á, mjög margir sem að segja að við verðum að fara að tala spillingu, við verðum að hætta að vera hrædd við að nota þetta orð, við verðum að horfa á það að Ísland er gjörspillt land og þá fættist þessi hugmynd að gera einn þátt hér sem sagt greina frá því hvað kemur fram í þessari grein, hver viðbrögðin hafa orðið við henni. Og þið kannski vitið það að ef þið hafi fylgst með umræðinni að sá sem að skrifaði þessa málsgrein, en það er ekki að spyrja að spillingunni í grein þar sem að settur stór spurningaverki við sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Hann er þingmaður og hann er þingmaður í meirihlutanum, hann er þingmaður í ríkisstjórninni. Hann heitir Sigmundur Ernir og ykkur er hann flestum kunnur, trúi ég. Vertu velkominn, Sigmundur, og ég ætlum bara að þakka þér fyrir að brúka mannamál þarna í þessari grein sem að þú varst nú einu sinni með þátt sem að hét mannamál í sjónvarpi. Þannig að það lætur þér ágætlega. Og á Zoom ætla ég einnig núna að kynna til leiks Elvar Örn Friðriksson sem er framkvæmdastjóri Verndarsjóðs villtra laxastofna og stuðningsmaður íbúalýðræðis í Seyðisfirði. Takk fyrir að vera með okkur, Elvar. Þú ert í London, ekki satt? Jú, ég er það. Takk fyrir að bjóða mér. Ég er einmitt að hitta fólk allstaðar á heiminum sem að
að ræða nákvæmlega þetta málefni. Já, spennandi. Sjókvíaeldi og allt annað sem að plagar villta laxinn. Akkurat. En Sigmundur, ég ætla að byrja því að biðja þig að fara svona yfir kjarnainntakið í greininni þinni og hvaða viðbrögð hafa orðið við henni af hálfu þeirra sem eru svona vanir að eiga síðasta orðið. Sko, ég hef löngum skrifað sjókvíaeldi í rauninni allt frá því að það hófst hér á landi að einhverju magni, bæði sem áhugamaður þjóðmál, síðan sem ritstjóri Fréttablaðsins. Þá birti ég ófáa leiðara þar sem ég efaðist ágæti sjókvíaeldis í opnum fjörðum á Íslandi þar sem straumur mikill og laxalúsin hefur þrifist allrækileg og fiskurinn laskast mjög mikið í vetrarveðrum. Eins og við sjáum á myndum sem til dæmis umhverfis aðgerðasinnin Veiga Grétarsdóttir hefur fært okkur landsmönnum og mikill óhugur hefur slegið landsmenn við að sjá hálf hauslausa fiska svamlum í sjónum fyrir vestan og austan og ég hef bara einfaldlega spurt mig sjálfan og mína nánustu erum við á réttri vegferð í þessum efnum. Ég mikill talsmaður atvinnuuppbyggingar ekki síst út á landi og við erum meira minna allir utan landi, þar með ég og þú og Elvar. Og atvinnuuppbygging þarf að vera þar með kröftugasta móti til að skapa byggðafestu. Ég mikill talsmaður landeldis svo því sé til haga haldið og þetta fiskvinnslu hringinn í kringu landið og sem víðast þannig að atvinnutækifæri sko hvað fjölbreyttina varðar síðu trygg en ég hef verið slegin óhug vegna sjókvíaeldisins og mér finnst náttúrun ekki hafa fengið að njóta þar vafans og við tökum eftir því til dæmis bara með þau áform sem í Seyðisfirði að sko affallið af þessum verksmiðjurekstri á hafi úti jafngildir því að skolp frá 160.000 manna byggð falli í fjörðinn. Þetta var eitt dæmi. Ég vil láta náttúruna njóta vafans og umhverfisinnar hafa einatt fengið það framan í sig að þeir standi gegn framförum, hagvexti og verðmætasköpun en þá bara að hitta að horfa að af þessu hlýst sjónmengun margt af þessu óafturkræft hvað varðar mengun í fjörðunum og ég líka eindreginn talsmaður dýravelferðar og mér finnst ekki nógu vel farið með fiskin í þessum kvíum fyrir opnu hafi þar sem straumur mikill og hættulegur og ég hef einfaldlega bara viljað halda þessum sjónarmiðum á lofti. Þar fyrir utan eru þetta frjórfiskur sem mengar villtarlaxastofnun okkar og við verðum að fara að rísa upp til varnar upprunalegum dýrum við Ísland. Já. Þá á ég bæði við refin og laxin og sauðkindina, hestin, hundin eða því að skipta vegna þess að á næstu árum og áratugum munu alþjóðasamtök víða heim leggja meiri áherslu á það að landsmenn hvar í álfum sem muni tryggja velferð upprunalega tegunda til að skapa hér líffræðilega fjölbreytileika. Þetta allt saman í hættu. Það svona þurfa einhverjir eins og ég og fleiri að skrifa til þess að það verði lífleg umræðu þetta í landinu. Við getum ekki haft einhliða umræðu þennan málaflokk fyrir einhvern annan. Nei, og sko þessu til viðbótar þá náttúrulega vekur athygli okkar allra að 75% seyðfirðinga eru gegn þessum áformum og það virðist sem eigi svolítið að valta fram hjá valta yfir lýðræðislegan vilja. Og 62% landsmanna eru þeirra skoðun að það eigi að banna sjókvíaeldi. 62%. Já, þú ert þingmaður í meiri hluta, þú ert í ríkisstjórninni. Ég hugsa að það megi að einhverju leyti skýra að mér finnst töluvert mikil og heftaleg viðbröð sem ég hef lesið víða við þessum skrifiðinum. En það er ótti atvinnurekendavaldsins og ótti þeirra sem eru vanir að ráða, hvort þeir geti ekki haldið áfram að ráða. En sko, þegar þú skrifaðir en það er ekki að spyrja að spillingunni og samhengið í því. Viltu fara aðeins yfir það hvað þú varst að segja? Já, sko, eftir mínu bestu heimildum og vel að merkja, ég byggði þessa grein minna á aðsendum umsögnum, heimildum, ritrýndum, skýrslum og rannsóknum
Og ég fæ ekki betur séð við lestur allra þeirra heimilda sem ég viða að mér við skrif þessarar greinar að þarna, eins og svo oft áður, þá umsóknaraðilinn jafnframt sá sem veitir helst umsögnum hvað verður, hverjar afleiðingarnar verða. Og í þessu tilviki það fyrirtæki sem áformar sjókvíaeldi í Seyðisfirði og það finnst mér vera sérstaklega íslenskt við og í þessu efni finnst mér sjókvíaeldi hafa fengið að vaða uppi án efasemda eftirlitskerfisins, án aðfinnslna þar til bæra aðila og mér finnst við vera að endurtaka sömu mistökin í Seyðisfirði og viljum ekki að Seyðisfirður 10. fjörðurinn þar sem hugsanlega verða sjókvíaeldis áform uppi og mér finnst að hafa anað út í þessa atvinnugrein en ég vil halda þið til haga hafandi sagt þetta að landeldi hefur heppnast mjög víða og lengi. Við getum nefnt hér skóla í Laxalóni í Reykjavík sem var á vissan hátt frumherji í þessum bransa á síðustu öld. Laxeldi í Öxarfirði hefur tekist mjög vel við Þorlákshöfn mjög vel og til fyrirmyndar og víðar á Reykjanesskaga. Þannig að laxeldi gengur algjörlega upp á Íslandi ef aðferðin þess konar að dýrunum sé ekki sköpuð hætta úti fyrir opnu hafi og það sem mikla rastir og annað slíkt sem getur eins og dæmin sanna farið illa með fiskinn. En varst að segja í greininni að framkvæmda aðilar þeir sem hafa völdi geti pantað álit hjá opinberum stofnunum eins og með skriðuhættu og eitthvað slíkt? Í þessu tilviki sýnist mér að viðkomandi fyrirtæki hafi fengið að stýra að mörguleyti mati á umhverfisáhrifum fjarðarins. Það er að mínu viti nokkuð sér íslenskt og svona lykilstef í atvinnuuppbyggingu víðum land þar sem viðkomandi fyrirtæki hafa fengið að stjórna matinn á því hverjar afleiðingar af rekstrinu verða. Já, þetta leiðir aftur hugan að opnun þessa þáttar því sem ég las upp úr þessari bók hérna. En Laufey, getur við varpað núna á skjáin hérna tæknimaðurinn okkar Laufey? Já, þetta eru ein viðbröðin sem urðu. Þetta nú bara hvorki meira né minna en öll forsíða vefsíðunar SFS samtök fyrirtæki sjávarútvegi þau sýna þér enn þann heiður Sigmundur að það bara eins og ekkert annað hafi gerst það bara þingmaðurinn og spillingin og veðurstofunni. Þetta hittir mér svo sem ekki illa fyrir ég hef alltaf verið talsmaður þess að við erum að skiptast á skoðun og ég er ekki erindreki einnar réttrar skoðunar. Ég hef mína skoðun, aðrir hafa aðra skoðun og í þróttmiklu lýðræði samfélagi eigum við að takast á með misstefnar og ólíka skoðanir og það er náttúrulega bara eðlugur partur okkar lýðræðislegu umræðu í landinu. Þetta er ein hliðin, ég er með aðra hlið, svo verður almenningur að meta. Já, en eigi að síður þá finnst mér örlítið mótsagnarkennt að það er mikið, það hefur verið hörð viðbrögð samanber þetta, en ég bauð fulltrúum til þess að koma hér og viðra skoðanir sínar en hérna síðast þegar ég gáði þá hérna var ekki vilji til þess að verða við því. En Elvar Örn Friðriksson framkvæmdastjóri Verndarsjóðs villtra laxastofna þú sást í knúin til þess að svara því sem að þér finnst vera rangfærslur SFS í þessum máli. Getur þú farið aðeins yfir það? Já, algjörlega. Mér blöskaði svolítið að sjá þennan málflutninga því að eins og Sigmundur kom inn á áðan að þarna er verið að gera þetta þvert á vilja íbúanna og þetta er algjörlega fordæmalaus andstæða heimamanna og það virðist vera eins og allir eiga að vera með masterskráði í opinberri stjórnsýslu til þess að geta haft einhver áhrif og haft eitthvað það að segja hvað gerist í þeirra nærumhverfi. Þannig með heimamenn sem eru búin að vera í 4 ár linnulaust að reyna að fá að vernda sinn fjörð og það virðist bara ekki skipta neinu máli. Þetta bara fer einu skrefi lengra og í stjórnsýslunni og einhvern veginn virðist ekki vera hægt að stoppa þetta og mér finnst það alveg ótrúlegt, alveg sama hvað fólki finnst villtan lax eða sjókvíaeldi, bara þessi staðreynd er svo fáránleg og
greinin sem kom frá SFS var einmitt svona punktu niður, punktar 1 til 7 ég man rétt. Já. Og mér fannst, ég ætla ekki einu sinni að segja hálfsagan sögð í flestum þeirra. Það var eiginlega verið að svona taka ákveðna parta og nýta þá en skilja eftir sko megin þorra málsins sko og ég kannski nefnir fyrst þarna með útboðsskyldan á leyfunum sko. Það er vissulega rétt hjá SFS að 2019 þá sett á útboðsskyldu á leyfi en það hefur aldrei reynt á það síðan því að það hefur ekki ný leyfi verið farið í meðferð síðan þá. En hins vegar þá var það þannig að þegar þessi lagabreyting átti sér stað þá var starfsmaður í ráðuneytinu sem að einhverjum ástæðum, það er ekki ennþá búið að upplýsa nákvæmlega okkur það tók það á sig að seinka gildistökulagana og við það myndaðist svigrúm fyrir sjókvíaeldisfyrirtækin til þess að koma öllu inn sem þurfti að koma inn til þess að þeirra umsóknir yrðu meðhandlaðar samkvæmt gömlu lögunum. Fyrirgefðu í grípinni núna en ekki bara annað orð yfir þetta spilling? Ég meina, fólk verður að draga sínar eigin áætlanir en þetta það algjörlega galið að einhver sé að svona augljóslega að ganga erinda þessa fyrirtækja og þetta er bæði náttúrulega stórt hagsmunamál fyrir þjóðana ef að á annað borða að rukka fyrir nýtingu á þessari auðlind sem er náttúrulega hefur verið allt og lítið hingað til en í öðru lagi þá náttúrulega bara við verðum að geta haft trú á kerfinu sem við búum í. Já. Og það er svona atriði sem er bara algjör skítalitt af fyrst afsökunar á málfarinu hérna en það er akkurat þetta sem lætur okkur missa trúna á kerfinu og á að fólkið hafi eitthvað það að segja hvað gerist í landinu. Já. Og ef þú grefur undan því trausti þá erum við bara sem samfélagi miklum vanda statt sko það er ég tek eftir því að þið fáið á ykkur þann stimpil að þið séu sko gegn atvinnulífi og vinur okkar Brynjar Níelsson hann skrifaði pistil munin á eldhuganum og frekjunni og þar er hann að taka Katrínu Odds fyrir sem er búin að vera svona talsmaður þessa verkefnis fyrir austan hann kallar hana frekju en ekki eldhuga en hún hefur einmitt verið og meðal annars í þessari bók þá hefur hún verið mjög gagnrýnin á opinbera stofnanir og sagt að þær séu ekki að standa sig sem skyldi yfir þessu ofur atvinnurekenda valdi. Er það mat ykkar beggja ef við byrjum á þér Sigmundur að sko stofnanir ríkisins séu að einhverju leyti komnar í vasan á þeim sem eiga hér landið og miðin? Sko, ég ætla ekki að alhæfa og það fyrir aldrei vel á því. Það er margt og sennilega langflest af því fólki sem vinnur innan íslenskra stofnana þar til mjög vel hæft til að sinna sínum skildum og auðvitað eru undantekningar eins og í þessu tilviki sem Elvar Örn minnist á og er með ólíkindum. Þar virðist viðkomandi maður vera að draga taum atvinnurekenda í þessu máli þvert á hagsmuni náttúrunnar, jafnvel heimamanna og annara sem við á. En sko, ég hef verið ákafur talsmaður atvinnuuppbyggingar víða land alla mína tíð sem ég hef haft áhuga á pólitík og skrifað í fjölmiðla sem ritstjóri ritstjóri Fréttablaðsins, alþingismaður og svo framvegis vegna þess að sterkasta velferðamálið í þessu landi er vinna. Að fólk hafi vinnu, geti framflett sér og sínum og sé ánægt í vinnunni, fái þar framgang og þetta er eitt mesta hagsmunamál þjóðarinnar. Að tala í þá veru að ég sem efast sjókvíaeldi sé þar með á móti öllu atvinnulífi í landinu er náttúrulega á við aumasta brandar sem hægt er að segja. Vegna þess að það er að horfa á samfellt mín skrif í áratuga raðir þar sem ég tala fyrir uppbyggingu og atvinnulífs, tala fyrir betri samgöngum, meiri byggðafestu og svo framvegis og ég var þingmaður Norðausturkjördæmis og barðist þar ötulega fyrir atvinnuuppbyggingu, samgöngubótum og svo framvegis. Ef maður hins vegar efast hugsanlega dýraníð og jável augljós dýraníð, blöndun þessara sjókvíaeldisfiska við villta laxastofna, menguna sem hlýst af þessu, þá ég einfaldlega að benda á sko hættulegar afleiðingar fyrir
umhverfið fyrir náttúruna og ég einfallega bara í liði með henni. Ég í liði með náttúrunni hvort heldur hálendinu eða fjörðunum eða náttúruna öðru leyti og ef maður í liði með náttúrunni þá maður ekki að móti atvinnulífinu. Nei, ég stundu velti fyrir mér hvort þeir sem að svona útivista fólk, einmitt fólk sem gengur náttúru Íslands, hvort það hafi að jafnaði aðrar skoðanir á þessu. En ef við víkjum aftur til London, sko, hvað þú hefur náttúrulega áhyggjur af erfðablöndun en kannski það líka bara fleira sem við þyrftum að hafa í huga í þessu samhengi sem bara svona brandið Ísland, hreinleiki vörumerkisins eða hvað? Bara ekki spurning. Ég meina það sem að við höfum og byggjum allt okkar á, sama hvort að það sé ferðamennskan eða hvernig við seljum sjávarafurðir sem við veiðum í sjó eða hvað sem það þá snýst þetta allt hreina Ísland. Núna erum við bara að taka rosalega mörg skref í þá átt að við erum ekki lengur hreina Ísland. Og mér langar aðeins að koma líka inn á það sem að Sigmundur var að tala um hérna áðan að ég held að það sé ekki einasta manneskja sem vill ekki sjá öfluga atvinnuuppbyggingu og atvinnu fjölbreytileika á landsbyggðinni. Það sem að við erum að mótmæla og þegar ég segi við, þá er ég að tala um gríðarlega stóran hóp fólks, náttúruverndarsamtaka og fyrirtækja allan heim. Það framleiðsluaðferðin, það sjókvíaeldið og þau áhrif sem að sjókvíaeldið hefur. Og ég mun okkar að segja eitthvað svolítið merkilega sögu. Ég var í gær að hlusta á fyrirlestur frá norsku manni sem er með fyrirtæki sem stundar fiskeldi í lokuðum kvíum og hann var að tala um það og ávarpaði meðal annars norska umhverfisráðherrann í gær að hann kemst ekkert áfram vegna þess að kerfið sett upp fyrir sjókvíaeldi og það ódýrasta og arðbærasta leiðin og það keyrt áfram að því og það miklu dýrara fyrir hann að taka allan úrganginn og endurvinnan og gera allt sem að ætti að gera í fiskeldi. Það miklu dýrara fyrir hann að gera það heldur en látið allt bara að fara í sjóinn. Þannig að í rauninni kerfið sett hann upp að það hvatt til þess að ódýrasta, mest mengandi en jafnframt arðbærasta leiðin verður ofan á. Og við erum að sjá á Íslandi, ég meina nú áarpaði því líka Sigmundur að því að nú komið ný ríkisstjórn sem að hefur það gríðarlega mikilvægt verkefni að búa til nýjan lagaramma utan um þetta. Þetta má ekki vera svona hér af því að það fullt af fólki sem vill gera hlutina vel, tæknin til staðar og við þekkjum okkur bara sem tegund mannskepnan að við getum fundið út úr ótrúlegustu hlutum. En kerfið má ekki vera þannig að það sé valdi menn og konur á hverjum stöðum sem að þröngva málstæðum áfram og mest mengandi aðferðin verður ofan á og hluthafarnir fyrst og fremst græða. Það má ekki vera svoleiðis. Ég tek undir þetta og við þurfum að taka umræðu, þetta mjög alvarlega umræðu þvert á flokka, auðvitað eru upp í mismunandi sjónarmið, en ég tek undir með Elvar Erni að við þurfum að taka þessa umræðu og byggja hana á skýrslum, aðsendum umsögnum, heimildum og rannsóknum vegna þess að það svo mikið í húfi og mengunin sem aðeins lýst mikil, það vitamál eins og ég gat að sjókvíaeldis áformin í Seyðisfirði eru á við að 160.000 manns séu þar og skorpið sé í samræmi við þann fjölda. Það er gríðalegu fjöldi með það sem nú er. En mér finnst líka, við staldra ekki nóg, mér óbýður víða hvernig fariði með dýr á landinu. Til dæmis blóðmeraeldi og við erum að sjá 4 milljónir laxfiska drepast á ári ömurlegum dauðdaga og í ár verður þetta væntanlega eins fyrir nú utan allt sem sleppur og það gerist í gríðarlegu magni ár frá ári þannig að
sko, þetta ekki traustur rekstur. Nei. Ástæðan einfaldlega svo að við búum hér á ysta hjara við sko veður sem geta orðið svo válind að ég vil akkerisfestingar þessara sjókvía geta losnað og í tilviti Seyðisfjarðar þá erum við að tala um helgunarsvæði Fares. Við erum að tala um helgunarsvæði sæstrengsins sem færir okkur eitt það mikilvægasta í þjóðlífinu nú til dags. Það sambandi við útlönd. Já. Við ætlum að risikera því vegna þess að svona sjókvíar geta hæglega komið af stað neðan sjávarskriðum, akkerisfestingarnar geta losnað, þær geta þá farið utan í Farestrenginn eins og fulltrúar Fares hafa bent á, en það ekki eins og það sé hlusta á þá. Þannig að við erum ekki bara að risikera náttúrunni. Við erum líka að risikera sambandi okkar við útlönd, þannig að mér finnst það þurfa að fjalla miklu ítarlegra þetta áður en lagt af stað. En ég ítreka að laxeldi víð land rekið með ábyrgum hætti inn til landsins og því bara að fagna, en við eigum að gjalda varhuga við því sem fer illa með náttúruna og ég tala ekki sambönd okkar við útlönd og á svig við sko vilja megin þorra heimamanna og landsmanna. Já, ég tek undir það sem að Já, gjörðu svo vel. Mér finnst nefnilega sko með þennan punkt að sko þegar ég skrifaði mína grein daginn þá náttúrulega kom strax grein þar sem var talað að þetta væri einmitt á móti atvinnuuppbyggingu og þetta væri bara einhverjir örfáir veiðimenn sem væri á móti þessu. Vellauðugir veiðimenn? Já, einmitt, maður har heyrt þetta í mörg ár og það sem að ég held að fólk þurfa að heyra því að nú veit maður ekki, ég náttúrulega einhvern veginn alveg á kafi í þessu þannig að maður auðvitað með að gleyma að það ekki allir sem að hugsa þetta allan daginn, þannig að það eitt sem er mjög mikilvægt að fólk heyri og það það að út allan heim þá eru samtök, einstaklingar og fyrirtæki sem eru að berjast með kjaft og klóm á móti þessum iðnaði og það ekki af því að þeir eru illa upplýstir stangveiðimenn sem eru bara að reyna að verja hobbyið sitt. Við erum að tala gríðarlega stór samtök út allan heim sem að eru með nákvæmlega sömu markmið að reyna að ná sjókvíunum úr sjónum og opnu kvíunum úr sjónum og það sem meira að á allir vesturströnd Bandaríkjanna og vesturströnd Kanada verið að banna þennan iðnað. Það búið að segja út fyrir 2029 og á virkilega reyna að halda því fram að það sé bara vegna þess að allir nema sjókvíeldisfólkið sé svona ótrúlega illa upplýst og bara að reyna að vernda hobby ríkra veiðimann. Þessi maður stendst bara ekki og það bara svo gríðarlega mikið að þessu. Sko maður hefur tekið eftir því í margra áratuga blaðamennsku að fyrirtæki sem segist ætla að skapa einhver störf jafnvel með sóðalegum hætti það hefur mjög oft notið pólitískrar fyrirgreiðslu. Við höfum stundum verið með stofnanir sem hafa staðið í lappirnar og úrskurðum stofnana hefur bara verið snúið af ráðherrum, samanber Kárahnjúkavirkjun og fleira. En sko í seinni tíð þá finnst mér að gagnrýni á aumingjaskap og linkind íslenskra stofnana að sú gagnrýni verði háværari. Ég ætla að minna á það að Katrín Oddsdóttir sem gæti núna hagsmuna Seyðfirðinga þeirra sem ekki vilja þetta sjókvíaeldi, hún flutti hér sunnudaginn 21. apríl í fyrra á Samstöðinni eldmessu þar sem hún ræddi það sem að hún kallar eftirlits yfirtöku einkafyrirtækja af opinberum stofnunum. Útvistun? Já, má segja það. Og þar fór hún mörgum orðum, þetta ég að lesa upp úr sömu bóku ég var að vitna í áðan, að þar sem sagt fór hún yfir það að hún upplifði fullkomið ráðaleysi ríkisstarfsmanna sem hún hafði rætt við þegar gengið væri á eftirlitsstofnun sem ætti að koma í veg fyrir slys. Þarna nú að tala um laxeldi fyrir vestan, umhverfisáhrif þar. Að þegar þú gengur á íslenska ríkisstofnun í dag þá sé eitt svarið það ekkert að gera því að framkvæmdir eru farnar á stað og maður hefur tekið eftir því að umdeildar framkvæmdir þær eru mjög oft keyrðar hratt
hratt af stað og svo þegar þú ert farin af stað þá ekkert þetta að gera, jafnvel þótt þú hafir farið fram með lögleysu. Hvernig getum við sætt okkur við þetta, spyr ég sem samfélag? Ég hef talað við margar landeigendur, til dæmis á Suðurfjörðum, Vestfjarða, sem horfa ráðalausir á sjókvíarnar blasa við þeim frá landi og þeim komið fyrir bara jafnvel tilviljunarkennt upp sko utan þess svæði sem heimildin hvað á og án eftirlits þegar viðkomandi kvíar eru konur upp. Þessi eru dæmi fyrir vestan. En við erum mjög höll undir vald atvinnulífsins þegar kemur að ákvörðunum embættismanna og ég get nefnt bara eitt galnasta dæmið. Það vinnsla hvals fyrir opnum himni í botni Hvalfjarðar sem var þvert á nýlega settar reglur, alþjóðlegar reglur sem áttu að heimfara á Ísland, eðli málsins samkvæmt. Íslenska reglugerðin var einfaldlega bara færð aftur, hvert aftur til fyrirluta síðustu aldar, aftur til 1949, til þess að þeir fengju áfram heimild til þess að skera hvalinn, flensa hvalinn fyrir opnum himni með fuglinn fljúgandi yfir og svo framvegis, eitthvað sem tilheyrir löngu liðinni öld en menn fá áfram að stunda vegna þess að hagsmuni atvinnulífsins eru svo miklir. Og kæfa oft á tíðum öll önnur rök og virðast hafa mjög mikil ítök inn í opinberar stofnanir sem ekki standa í lappirnar og það getur verið mjög stutt á milli fúsks, linkindar og spillingar í þeim efnum. En mér langar til þess að varpa því aðeins til þín, Elvar. Þú segir í svargrein þinni að auðlindir landsins hafa verið gefnar á silfurfati og fyrirtækjum sparaðir 85 milljarðar. Viltu aðeins ræða þetta með okkur áður við ljúkum umræðinni? Algjörlega. Það sem sagt, þarna verið að vísa í þegar að starfsmaður í ráðuneytinu frestaði gildistöku laganna og þar af leiðandi voru 25.000 tonn af sjókvíaeldi sem sagt afgreitt með gömlu lögunum. Og þessi tala kemur út frá því hvað var borgað fyrir sambarlegt magn af leifum í Noregi. Þannig að þetta byggir sem sagt á því. Það samhengið. Hvað segirðu? Það samhengið. Þess vegna færðu þessa tölu. Já, einmitt. Það heldur betur vegleg gjöf. Já, heldur betur og ég meina saga þess að iðnaðar á Íslandi er náttúrulega svo að það var komið inn þegar það var ekkert alvöru regluverk í kringum þetta og Ísland var bara sofandi á verðinum. Og vaðið rosalega hratt yfir. Hvað segirðu? Og vaðið rosalega hratt yfir einmitt vegna skorts á regluverki meðal annars. Akkurat. Og Elvar, menn sá einmitt þá að þetta var hægt í skjóli lítilla reglugerða. Alveg hygglust. En ef við fæ nú ef við bara reynum að klára þessa umræðu á einhverjum svona litlum spurningum eins og eru við á réttri leið, þetta einhvers konar prófmál, niðurstaðan í þessu máli, hvað varðar lýðræði, hvað varðar það hvort kerfin okkar virka eða eigum við bara strax að hendin handklæðin og búa okkur undir það enn einu sinni tapi almenningur fyrir þeim sem eiga peningana. Við veitum að hér orðin stétt ólígarka á Íslandi sem að tengjast útvegi, sjávarútvegi. Margir segja að ríkið sé eins og kjölturakki í höndunum á atvinnurekendavaldinu. Hvers má vænta? Ég tek nú hattan ofan fyrir þjóðminni sem hefur vaknað eftir rotið mikla 2008. Búsáhaldabyltingin varð að veruleika og fólk, almenningur, tók sig saman og mótmælti spillingu, mótmælti svona ofríki ákveðina stjórnmálaflokkar sem hafa sett hér að völdum að mínu viti allt og lengi og vald spillir og mikið vald gerspillir og það gömul saga á ný. Almenningur hefur einfaldlega tekið sér nýja stöðu í þjóðlífinu. Hagsmunaaðilar
óðu uppi, hagsmunaflokkar óðu hér uppi áratugum saman og réðu öllu sem hægt var að ráða, þvert á kannski hagsmuni almennings, alþýðunar, fólksins í landinu, hringinn í krökum þessa fallegu eyju okkar. Nú fólk bara einfallega farið að mótmæla að meiri þrótti heldur en nokkru sinni. Í þessum efnum og öðrum efnum og það mjög vel vegna þess að það eru viðsjár í heiminum. Mannréttindi eru að högta, jafnvel eru að fara aftur. Nú eru bara aðeins 2 kyn leyfð í Bandaríkjunum. Já. Þú ert það sem þú fæðist og það mun aldrei breytast að mati þess forseta sem nú ríkir þar vestra. Mannréttindi eru ekki fasti og þau eru á leið tilbaka mjög víða lönd, kvenfrelsi, réttindi hinsegin fólks, réttindi alþýðunar og vel að merkja líka bara réttindi fólks úti á vinnumarkanum. Við sjáum hér koma til sögunar alls konar skrítin verkalýðsfélög og verkalýðsskyldu kalla sem ekkert endilega ánað með sjúkrarétt fólks eða orlofsrétt fólks og svo framins, jável það líka í hættu. Þannig að ég tek hattinn ofan fyrir þjóðminni sem farin að mótmæla því að það sé farið illa með almenningi í landinu, það sé farið illa með náttúruna og það sé farið illa með þau verðmæti sem eru hér til staðar í landinu sem eru yfrin. Þannig að ég ætla ekki að kasta inn handklæðinu. Ég held að þjóðin sé bara vöknuð endanlega og láta ekki allt yfir sig ganga. Og þessi mótmæli sem orðið hafa á þetta spjall sem við erum að taka hér, það hefði kannski ekki orðið fyrir 20 árum. Nei, og sko lýðræðislega umræða var ekki nógu þróttmikil hér á árum áður, lengi vel á síðustu öld, þar sem sko stjórnmálamenn réðu öllu sem hægt var að ráða. Stjórnmálaflokkar réðu öllu sem hægt var að ráða og almenningur stóð bara á gafti. Núna hefur þetta breyst. En það líka á þeim tímum að ef maður sko í viðtali við einhvern stjórnmálamann ráðherra nefndi orðið spilling, þá gat maður verið hérna... Þú veist ekki lán. Heyrðu, sko, það var ekki talað við á næstu 2 árin. Akkurat. Það var bara það. Já, og fólk misti vinnuna. Já, en ég ætla nú bara að hrósa þér, Sigmundur Ernir, fyrir að hafa nefnt orðið spillingu í þinni grein. Ekki bara tókst þér að komast með því í fyrsta þáttu okkar samstöðar manna hér núna spillingu vítt og breytt, heldur finnst mér að til marks það að einmitt samfélagið að breytast eins og þú segir. Og fleiri okkar þurfa einhvern veginn að þora að taka sér rétt orð í munn í stað þess að líta undan og halda að það sé allt fengið best með þögninni. Og breytingin svo að fleiri þora að hafa skoðun. Akkurat. Það vel í lýðræðissamfélagi. Einmitt. Elvar Örn, má bjóða þér að eiga einhver loka orð inn í þetta hjá okkur? Já, ég get bara tekið heilsugur undan það sem Sigmundur var að segja og ég held að við ættum að alltaf að hafa í huga okkar skyldu til þess að skilja eftir landið okkar jafn gott eða betra fyrir næstu kynslóð. Og þessi vegferð sem við erum á núna og ef við tökum sjókvíaeldi sérstaklega sem dæmi, það samræmist því ekki. Við skulum skapa sterka og mikla atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni en gera það þá til lengri tíma, ekki með skammtímalausnum sem úrelt tækni eins og sjókvíaeldi. Og að lokum langar með að segja að ég hvet alla til þess að styðja við bakið á því fólki á Seyðisfirði sem vill ekki láta vaða yfir sig með mengandi iðnaði. Þetta risastórt mál og ef þetta fer á þann veg að leyfi verður veikt, þá þarf virkilega að endurskoða margt í okkar kerfi. Þannig að ég hvet fólk til að styðja við Seyðisfirðinga eins og ég geta. Takk að kærlega fyrir að vera með okkur frá London, Elvar Örn Friðriksson og Sigmundur Ernir Rúnarsson. Þakka þér kærlega fyrir komuna einnig. Takk fyrir mig. Ykkur hlustendum og áhorfendum þakka ég einnig samfylgdina. Við erum í endalausri tilraunastarfsemi hér á samstöðinni og meiningin núna hjá okkur að fjalla spillingu í einn eða annarri mynd. Það getur verið ólíkar útfærslur á því. Já, minnstakosti þegar okkur finnst ástæða til, jafnvel með vikulegu millibili, en við höfum þetta ekki lengra hjá okkur þennan daginn. Það eru aðrir sálmar hér sem bíða handan við hornið, en takk fyrir að fylgjast með og verið blessuð í bili. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin
þar sem manneskjurnar koma saman.